Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Mínúturnar framundan fari í það að spjalla drottinn Jesú Krist og gæfu sporin sem hann vill ganga með okkur og við þekkjum mörg hver af einhverju sem eru þá gæfu spor. Við höfum lent í ýmsu í lífinu og séð ýmislegt og getum alveg auðvitað vel tekið undir það, ekki voru þetta nú allt gæfuspor sem við fórum. Þess vegna er það svo mikilvægt að bæði ég og þú að við gefum drottni deginum, daginn okkar, og hann mun sjá að við skilum okkur heim, ekki bara með gott veganesti, heldur reynslunni ríkari hvernig við eigum að fá þetta góða veganesti. Og það er svona akkurinn fyrir okkur þann daginn að fylgja lifandi Guði, því hann framleiðir bara góða hluti, vissirðu það. Og að því hann framleiðir bara það sem gott er 100% öryggi í að fara bara þangað sem hann er að fara. Því hann er á slóð, hann sem blómin spretta á og fagrir runnar og jurtir vaksa, og þú getur gengið með honum þessa leið og séð alla þessa fegur, en þú verður að velja það. Ekki veit ég hvað þú valdir fyrir þig í dag, en þú getur alveg valið betra hlutskiptið og komið þér þar með á staðinn hennar Maríu, sem drottinn sjálfur sagði að væri betra hlutskipti en hitt hlutskipti sem að Marta systir hennar valdi. Hún valdi að vera í stressinu og þjónustunni og mikið að vera og allt saman það, og það er alveg greinilegt að hún, Marta, þetta pirraði hana. Þetta pirraði hana í hjarta sínu að sjá systur sína sem hefði hennar áliti átt að vera við hlið hennar í djobbinu eins og hún, en var það ekki, og það pirraði hana. Og drottinn tekur málstað Maríu og segir: María valdi góða hlutskiptið. Og þetta er það sem hann er að segja við mig og þig í dag. Hann hvetur okkur til að velja betra hlutskiptið, en við sjáum að í þessu er engin skipun. Hann hlutaðist ekki til það hvar María tylti sér, en hún valdi sjálf að heyra ræðu drottins, eins og við þegar við förum á stundir og veljum fyrir okkar parta að heyra orðið. Svona allflestir koma til þess að heyra orðið og fá í kaupbæti lofgjörðina sem að samkvæmt því sem við kennum undirbýr hjartað fyrir hitt, og við kennum með því að tala svona að orðið, ræðan, sé lofgjörðinni meiri. Þannig bara er það. Ef að ég þarf að undirbúa mig með sérstökum hætti fyrir það sem eftir kemur, þá sé ég það og viðurkenni ég það að það sem á eftir kemur er hinu svolítið meira. Og þetta er einmitt sagt lofgjörðina, að hún undirbýr okkur undir það sem er meira. Þetta er eitt af því sem að ræðan vill kenna okkur og tala við okkur. Það er sem sagt að við séum með röðunina rétta. Og við metum og viðurkennum hvað sé meira öðru, þannig séð, að þessu leyti. Drottinn segir það sjálfur. Hann tekur orð sitt og kennslu sína fram yfir þjónustuna
sem enginn af okkur neitt að fetta fingur í, né veit ekki að hún nauðsynleg og mikilvæg og allt saman það. En Drottinn segir val Maríu að hún hafi valið betra hlutskiptið. Við sjáum alveg á hvað Drottinn að leggja áherslu fyrir mig sem manneskju að taka umfram, allt annað. Þá drögum við hring utan orðið, ræðuna, kennsluna. Án þess að við séum neitt að gera eitthvað lítið úr öllu hinu. Þetta þarf allt saman að vera með. Lofgjörðin, við vitum mikilvægi hennar, og þjónustan í kirkjunni alls konar líka mikilvæg. En samt toppur á þessu öllu saman. Og það orðið. María valdi góða hlutskiptið. Og svo segir hann meira. Og það verður ekki frá henni tekið. Sem sagt, þegar að þú velur að velja orð Guðs, þá verður það ekkert frá þér tekið. Þú munt fá ræðuna frá upphafi til enda og geta metið hana fyrir þig þegar hún búin og nýtt það sem að hjarta vill nýta úr ræðunni hverju sinni, og með þeim hætti ert þú að safna, væni minn, í sarp sem mun gagnast þér á lífsleiðinni, á göngunum með Jesú með margvíslegum hætti. Þú kannski veist ekki það akkurat í dag með hvaða hættu þú munir þurfa að nota eitt og annað sem þú hefur heyrt í gegnum tíðina. En vittu til að orðin, ræðan eða allavega partar úr ræðunum þarna ásamt orðinu bara með beinum hætti, og þetta mun allt hjálpa þér til þess að fara veginn, upprétt manneskja, allt til enda. Þess vegna erum við að þessu. Þess vegna Drottinn að tala öll þessi orð og hefur gert og þreytist ekki á og gefur sér allan tíma til, bara þegar einhver tilbúin til þess að tala orðið, þá hann mættur. Við sjáum bara þessu gríðarlega magni sem til af ræðum og öllu þessu. Það ekki bara einhver einn og tveira sem að mega tala, það aldrei ekki þannig. Heimurinn fullur af kristilegum ræðum og góðum kristilegum ræðum sem allar geta gagnast öllum og ef út í það farið, en auðvitað kemst enginn yfir að heyra allar ræður alltaf sem hlutar en það það óþarfi. Þetta vegna þess að það fleiri en einn og tveir til í þessum heimi. Það eitthvað 6 milljarðar manna til í heiminum, og inn í þessum hópi þetta alveg stór hópur af ræðumönnum lifandi Guðs, skárra væri það nú, og þeir allir að tala ræðu sem byggir upp hjarta og trú manneskja. Þannig við drögum enga dölu það að þessi hópur gríðarlega stór, vegna þess að mannmerðin gríðarleg sem þarf að heyra þetta. Drottinn segir það sjálfur að við munum gera meiri verk en hann, og það má alveg benda á fjöldan sem við þetta í dag. Ég veit ekki hver íbúatala heimsins var þegar Kristur uppi. Ætli hafi nokkur maður vita það, en hann bara brota því sem hann í dag, svo mikið veit ég. Heimurinn svona við að fyllast af fólki, það nú bara þannig, og talanir sem við vorum að tala áðan komin yfir 6 milljarðar veit ég, og það ekkert lítil tala, engin lág tala. Þannig við sjáum að það þarf marga talandi munna til þess að metta þá sem úr þessum hópi kristið fólk, og þeir sjálfsagt skipta 100 milljóna í öllum heiminum, þó að það sé ekki nema kannski lítill partur af þessu 6 milljörðum sem til eru. Þannig við sjáum að það verk að vinna, og Drottinn talar agunni sinn sem hvítan til uppskjöru. Þannig hann alveg mjalla hvítur enn til uppskjöru og býður bara eftir
að verkamenn komi inn á þennan akur til þess að tína upp uppskeruna. Þannig að við erum ekkert búin að ljúka ætlunarverki Drottins sem að hann gerði fullgert með því að fara á krossinn og stíga upp. Þá var hann búin að skila öllu sínu verki af sér og gera allt klárt og tilbúið fyrir allar eftirkomandi kynslóðu til þess að taka upp þráðinn þar sem hann skildi við hann. Og þetta markmiðið. Þetta er hvatningin. Agrarnir eru hvítir til uppskeru. Og hann þjálfar upp menn. Við sjáum Maríu og orðin sem að María fékk. Hún valdi betra, góða hlutskiptið og það verður ekki frá henni tekið. Þetta eru þjálfurnarbúðirnar sem við setjumstum inn í og við fyllum okkur af því sem að Drottinn vill að við fyllum okkur af og þannig verðum við í stakk búin til þess að fara út á þennan akur til þess að vinna það rétt sem þar þarf að vinna. Og að því við höfum lært grunntextan, við höfum farið út í grunnsálminn og vinnum út frá honum. Því að það nú bara þannig líka og orð Guðs segir það, að það verður ekki stafkrókur, einum stafkróki breytt í orði Guðs. Þannig að við getum alveg nýtt textan eins og hann kemur fyrir úr bókinni. Hann ennþá í fullu gildi og í fullu fjöri og hefur ekki veiklast neitt. Við vitum allt það að þekkingin hefur vaxið og hún í raun og veru komin út fyrir raun og veru öll mörk þannig séð. Við erum með mikið leitið uppi og stóri strákar og stóra stelpur sem segjum að við getum allt, en það hefur nú aldrei annað komið í ljós. Það alltaf verið að lagfæra og beturbæta og henda út og ég veit ekki hvað af því sem við verðum að gera. Og við horfum bara í kringum okkur, við sjáum þetta allt í kringum okkur, mistök ofan. Og þegar við höfum verið að hrófla við náttúrunni, þá hefur það haft sínar afleiðingar. Af hverju? Drottinn gerði það fullkomið sem hann gerði. Hann gerir það fullkomið sem hann gerir. Og ef að ófullkomleikin vill hrófla við því sem fullkomið, þá getur það ekkert farið neitt nema á verri veg. Þetta eitt af því sem hann vill að sé upp í hjá okkur, það þessi virðing fyrir honum. Og í virðingunni fyrir lifandi Guði þá minni hætta til þess að við séum neitt yfir höfuð að hrófla við því sem hans. En það svo margt sem þarf að gerast í hugskoti mínu og hjartateitinu mínu til þess að ég yfir höfuð sjái þetta. Og svo náttúrulega annað sem blindar fólk meira, það þetta trúleysi og endalausa sögur það að sé ekki Guð til og svo framvegis. Þannig að þetta hjálpast allt til við það að við séum bara stóri strákar innan gæsalappa og stóra stelpur innan gæsalappa sem teljum okkur nú geta nokkuð margt. Og vissulega það rétt, við getum mjög margt, en að því við erum veikleika vafið fólk með ekki alla þekking og öllum hlutum, að þá fer illa ef við erum að kastast í því sem okkur kemur ekki við. Jörðin fyrir okkur til þess að nýta hana, það engin spurning það. Við megum nýta jörðina alveg eins og við viljum, þar heldur engin spurning það, en samt gott að vita að sumt þar gerir maður ekki. Væri betra að láta bara eiga sig og vera það sem það er. En þetta þetta rök sem gangi ekki í dag vegna þess að það hlustar enginn á þetta. Vegna þess að við erum orðin svo góðu vön, við erum orðin háð svo mörgu sem til að mynda tæknin hefur gefið okkur, að ég sé nú bara ekki hvernig við ætlum að snúa ofan af því með neinum einföldum hætti. Þannig við sjáum að Drottinn talar það til að mynda, magnaður texti, hann muni gera allt nýtt. Hann muni gera allt nýtt. Þannig við sjáum að við stefnum með okkur sjálf og allt það sem við erum að gera að ákveðnu feigðarflani, að feigðarósi. En Drottinn kemur og það að sjá hann kasti þessu öllu saman bara út
og komið svo með nýtt og þá erum við aftur komin á stað fullkomleikans. Bara á staðinn sem Adam var á og svo Eva stund með honum. Þar var allt fullkomið. Og þau sjálf fullkomin að því leyti til, þau vissu bara skinn góðs, ekki þetta illa. Þannig að það var ekki til í Adam og Evu til að byrja með nein ill hugsun. Hún var ekki til. En svo kom allur þessi darradans og skelmerinn komst að og greip í hjarta þessa fólks og stal því. Því hann alltaf vissi það að maðurinn var skapaður með sjálfstæðan vilja, hann hefur alltaf verið það. Og þessi sjálfstæði vilji hleypti óvininum að og hann heldur þessu bara. Maðurinn hefur í sjálfum sér ekkert afl þess að víkja þessu burtu. En honum var gefið afl til þess að hreinsa sig af þessu, en það var ekki fyrir Kristur kominn. Búinn að gera sitt verk og segja á krossinu það er fullkomnað. Þá kom hann með aflið sem að gerði hinu afliðinu sem fyrir var ófært að vera það sem það var og það fór undan hinu afliðinu sem var meira. Og það er afl lifandi Guðs. Þannig að maðurinn að því leyti til fékk aftur tilbaka það sem hann glopraði frá sér í fávisku sinni og einfaldleik. Þannig við sjáum að þrátt fyrir það hann vissi ekki skinn á neinunum af því góða, þá var hann samt búinn þessum veikleika, það er engin spurning. Það er veikleiki Adams og Evu að fara út í þá sálma yfir höfuð að láta þennan einstakling sem við vitum er Satan eiga neitt við sig. Við munum það að Drottinn varaði þetta fólk við að eiga neitt við þetta tré sem stóð þarna í miðjum garði, en bauðum að eta af öllum öðrum trjám í garðinum og þau hafa eflaust verið mörg og merkileg. En svo kemur þetta eina og þar var þessi illi armur sem við þekkjum í dag sem Satan. Og hann hefur ekki sleppt neinum og hann sleppir ekki neinum. Hins vegar er það þannig þegar maður frelsast að þá hefur hann ekki lengur burði til að standast það og þá rekst hann út, en hann sleppir engu. Það er nú alvarlegi hluturinn í þessu máli. En Drottinn segir að hann hafi gert allt tilbúið og þetta liggur í orðunum, það er fullkomnað. Og hann skildi eftir skilaboð til mín og þín agrarnir, fólki sem sagt í heiminum, að þau séu tilbúin til að koma inn. Af hverju? Af boðinu þetta. Af kennslunni, af þessu öllu. En eins og með agur, allir vita hvernig agur er, að breiðurnar, grasbreiðurnar eða hvað þetta er sem agurinn kemur með, það þarf að sækja þetta, ekki? Það kemur ekki bara plístur úr bæjardyrum og svo bara fyrir öll uppskeran bara tekur og strauji eitthvað með einhverjum hætti í hlöðuna. Það er nú aldrei ekki þannig. Það þarf að gera fullt af hlutum til þess að áður en að það getur gerst og svo fara menn og keyra þetta í hlöðu á einhverjum tíma og það er sama með fólkið. Það bara bíður óbyggilega fullt af fólki á þessum agri eftir að verða sótt. Af hverju kemur það bara ekki? Hver veit og skilur manns hjarta, en þetta er svona. Það þarf að fara að sækja það. Og þetta er eitt af því sem trúin vill alveg endalaust hamra á mér að ég sé með í að sækja þetta fólk, ég sé með í að boða fólkinu orð Guðs, ég sé með í að byggja það upp með kennslu í orð Guðs og allu því, vegna þess að þetta er nauðsynlegt og þetta vita allir menn sem þekkja til Krist, er nauðsynlegt til þess að við
höldum áfram. Hver þekkir ekki það að ýmislegt mæti trú mann og kvenna? Hver getur sagt það að hann hafi aldrei reynt neitt í Guði? Hver getur staðfest það og sannað það fyrir einum eða neinum að þetta hefur allt saman verið á lygnum og sléttum sjó? Sú manneskja er ekki til. Eða væri með þeim hætti, þá væri bara Biblían hreinlega ekkert að segja okkur satt. Hvað segir hún? Ásamt þrengingum, segir hún. Og það er einn svarar öllum svona spurningum, að þetta er ekkert inn í myndinni. Þess vegna þurfum við að vera fólki sem er vel að okkur í orði Guðs og umfram allt fólkið sem tilbúið er til þess að nema af því sem að kennara Drottins hafa að segja. Drottin er með fólk, kennara, predikara, sem hann notar til þess að segja það sem hann vill að sagt sé við hvern hjá Drottin. Þannig það er engin spurning um það að sá sem að hefur þetta hlutverk að fræða fólk, akur Guðs, má segja það er eins gott fyrir hann að hann viti stöðu sína. Það er bara eins gott að svo sé. Maður sem að veit stöðu sína, hvað gerir hann? Jú, hann beygir sig undir vilja Guðs. Af hverju? Að þeir eru búin að sjá ýmislegt í sér sjálfum sem er svo veikt, sem er svo veikleika vafið. Adam og Eva, þau sáu þetta ekki, en það er engin spurning um það að þessi veikleiki bjó í þeim ekkert síður mér. Þannig við sjáum, ef við skoðum okkur og veikleika okkar, hver er svo maður sem í raun og veru kennir ekki veikleika sinn, en þau líklega sáu þetta ekki, á þess að ég veit það, ég er ekki Adam og ég er ekki Eva, en við sjáum veikleika þeirra. Og það var einmitt á þennan veikleika sem að snákurinn, Satan auðvitað, er að spila á. Hann er að spila á þá strengi. Samt var vissan fyrir hendum það sem Guð hafði sagt, að þið megi ekki eta af þessu tré, þá munið þið deyja. Og þau gripu það er engin spurning, en svo líður tíminn og þau í veikleika sínum rétta fram hendina eftir þessum ávexti. Menn hafa svo sem verið að geta sér ýmislegt til hvað þessi ávöxtur sé, en það finnst mér vera algjört auka atriði. En ég er auðvitað ekkert að banna mönnum að velta því fyrir sér. En mér finnst það sjálfum vera algjört auka atriði, en það sem gerðist þarna við tréð breytti allri sögunni. Það var nú bara þannig. Og Drottinn vissi auðvitað hvað gerðist og sýnir kærleika sinn til manneskjana með því hann spyr, hafið þið etið af trénu sem ég bannaði ykkur þetta af? Þarna vildi hann bara fá svarið frá þeim út þeirra eigin munn, en þá gerist það, kemur það fram sem er ennþá í dag, þar að Adam fór að afsaka sig, Eva fór að afsaka sig. Og við vitum að við afsökum okkur ennþá dag í dag, verða okkur eitthvað á sem við erum svolítið niðurlút fyrir og við erum ekki alveg tilbúin til þess að viðurkenna, þó við kannski gerum það seinna, þá vildum við helst ekki þurfa að viðurkenna þetta, en svo stöndum við frammi fyrir því að svara þessari spurningu og þá grípum við oft til línar eða afsakanana eða einhverja undanfærslna sem segir okkur, segir þeim sem er ekki neitt um þessi skeði. Þetta er allt vegna þess að við erum veikleika vafið fólk og að með syndinni, það sem skeði við tréð, kom líka inn óheiðarleikin. Og Adam og Eva, þau víluðu ekki fyrir sér að afsaka sig. Benda á þennan, benda á hinn.
og þetta ennþá verið að gera þetta. Það má segja að þarna opinberist með þessu verki ákveðin forherðing í hjartanu. Það viss forherðing í hjarta manns og konu þegar hún getur hún getur bent á annan til þess að réttlæta sjálfan sig. En að þessu heimurinn fullur. Og það ekkert meira, kannski ekkert meira núna heldur en hefur alltaf verið, eða frá þessum tímapunkti. Þannig við sjáum að ógæfa heimsins, hún rekur ættir sínar ef svo má segja, til þessa trés og til þessa vals, þessara tveggja veiklunduðu manneskja. Og að bara þetta afl skuli hafa verið í hjarta manneski svona lengi, segir okkur það, skýrum orðum, að þessi vera, hún sleppir engum. Hún veit að á hvaða leið hún hún vissi það líka þá. Hún vissi að sá dagur rynni upp, að henni yrði varpað í eldstíkið. Hún vissi líka að næði hún einhverjum, þá færi viðkomandi með sér þangað. Og að því hún ill, það ekki til snefilla miskunnsemi né kærleika, þá heldur hún bara í það. Hann skal koma með mér þessi. En Kristur í kærleika sínum og elsku hefur annan háttinn á og hann gefur okkur sjálfan sig, gefur okkur það sem hann á og við notum það sem hann á og það heilagur andi. Og heilagur andi gaf okkur trúna sem við erum líka að nota og við erum að nota meira, við erum að nota kennsluna, við erum að nota það sem Drottinn gefur okkur og hefur handa okkur vegna þess að okkur heimilt að gera það. En til þess að allt sé rétt gert, að þá velur hann sjálfur menn og konur til þess að fræða fólk. Það í sjálfu sér ekkert merkilegri staða en hvaða önnur staða sem Guð kallar í. Og það heldur ekkert meiri ábyrgð á þessu fólki heldur en bara öðru fólki sem Guð kallar til starfa. Sértu köllumanniskja og sértu starfandi manniskja í söfnið, þá berðu þína ábyrgð, hver sem hún sem ákveðin ferli sem Drottinn setur og vill að við tilengum okkur, sem sagt, ferli sem lært ferli, af því að Guð að bjóða það og hann kennir þetta ferli. Og okkur sem erum að kenna engin spurning það að okkur uppálagt að notast fyrst og fremst við orð Guðs. Við kennum fólki upp úr orði Guðs. Því að það lykillinn með breytandi afl, þau verður að athuga það að það orð Guðs sem að kemur og hinn undan orðinu og birtu orðsins hrekst í burtu. Það orðið sem að hefur þetta afl. Ekkert annað. Við vitum að við höfum engan mátt til þess að kasta þessu illa afli af okkur með neinum hætti. Og við vitum það að krumlan læst í þann part okkar sem erum við sjálf. Því hann ætlar að draga okkur þangað sem hann fer. Af hverju? Það alveg augljóst af hverju. Það ekki til snefilla neinu kærleika eða miskunn eða neinu sem Kristur hins vegar fullur af. Þannig sjáum við aftur andhverfuna þar. Hinn ekkert nema myrkur og ljótt. Kristur ekkert nema birta og fegur. Og þetta það sem hann að bjóða okkur. Þetta það sem hann vill að við séum undir og í. Og þetta það sem við þurfum að velja að gera á hverjum degi. Og það svo merkilegt að við þurfum að velja þetta á hverjum degi
og það togast á okkur á hverjum einasta degi oft á tíðum að gera þetta eða fara hina leiðina. Er þetta ekki merkilegt? Svona nú maðurinn. Þarna sjáum við enn og aftur þennan mikla veikleika mannsins sem við sjáum alveg til upphafsins. Það var veikleiki Evu og veikleiki Adam sem fekku þau í raun og veru til að gera það sem þau gerðu. Þau hafðu vissa þekkingu á honum sem skóp og hann togast á í þeim þarna einhvern tíma en svo gaf eigin vilji eftir og laut í raun og veru þeim honum sem þau komu til. Við vitum að það er Satan. Sjáum veikleikin, hann býr í fyrstu 2 manneskjunum sem hér eru á þessari jörð. Þannig að manneskjan sem slík, hún er eins, hún er með þetta allt í sér. Hún lifir mikla breytingar, það er alveg rétt og umhverfið er ekki sama og það hefur verið og við búum í flottum húsum og uppbyttuðum húsum og eigum allt sem við þurfum að nota og gerum vel svona mörg á okkur allavega. En hvernig líður okkur? Það er bara allur gangur að því hvernig okkur líður. Við erum bara veiklunda fólk. Við erum ofur viðkvæmt fólk. Við segjum ýmislegt og við hlaupum undan ýmsu og vildum standa okkur betur en stöndum okkur ekki eins vel eins og við gætum gert. Af hverju? Þetta eru spurningar sem hafa verið til staðar sennilega allar götur. Af hverju? Þetta snýst ekkit þessar spurningar reyndar, heldur það að við tökum við honum sem gefur okkur þrótt og kraft til þess að standast. Til að standast. Og við stöndustum þegar að við fáumstu til að gefa drottni daginn. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir mig og þig að gefa drottni daginn, já, bara þegar við vöknum á morgnana og vera í orðinu eitthvað á hverjum degi og vera í samfélagi sem við rækjum og stundum. Og við getum gert meira. Við getum beðið Guð, lifandi Guð að gefa okkur elsku til samfélagsins. Það er gríðarlegur styrkur í því. Og það er ekkert sjálfsgefið né sjálfsagt að við berum svo mikla elsku til samfélagsins. En þetta er engin spurning það að þetta er það sem Drottinn vill gefa. Hann vill að við séum undir þessu. Því að hann veit auðvitað betur en allir aðrir mikilvægi þess að við séum með elskuna til sín uppi. Þannig við sjáum að þetta er ekki alltaf neitt einfalt mál að vera trúið manneskja og einhvað bara sem er sjálfsagt að við gerum. En það ætti að vera það. Þetta er svo margt sem ætti að vera en er ekki og núna bendum við aftur á veikleikan okkar. Hvar liggur þessi styrkur? Hann liggur í einu þætti, trúnni, á Jesús. Styrkur minn, hann liggur bara þar. Ekki í mínu veikleika. En ég viðurkenni minn veikleika. Því ég vil að Drottinn reisi mig upp í sínu styrk. Þetta er leiðin sem ég hef. Þetta er leiðin sem Kristur kom til að gefa og gefur og var fólst í orðunum sem hann sagði á krossinu, það er fullkomna. En síðan verði ég að nota þetta. Og nú skil ég það að agrarnir eru hvítir til uppskeru og það þarf að sækja þessu uppskeru. Það stendur sem sagt enginn fer út á tröppurnar heima hjá sér með breiðurnar, agurbreiðurnar vingsandi þarna í vindinum, svignandi undan vindinum fram og tilbaka og flauta og þá bara kemur hún. Hverjum dytti það í hug? Engum. En þetta er það sem okkur virðist samt detta í hug oft á tíðum hvað varðar þetta blessaða fólk sem er þessi agur. Það er bara komið. Það er ekki þannig.
Það er ekki það sem drottinn bauð. Farið að sækja hann, segir drottinn. Þetta hefur nú verið kennsla sem hefur rómað og hljómað í gegnum alla kirkjusöguna. Og vissulega eru menn og konur út á þessum akri að sækja fólk. Hvernig þið verður ágengt, það veit ég ekkert en örugglega á sömu stöðum mjög mikil uppskera hjá fólki. En þetta er samt leiðin. Þetta er svo leið sem hann er að bjóða okkur Íslendingum að fara gagnvart löndum okkar. Það er akur. Og þessi akur er hvítur til uppskeru, af því að drottinn segir það. En hann segir að við þurfum að sækja þetta. Erum við nokkuð búin að gleyma því? Ég veit ekkert það. Kannski höfum við gleymt því svolítið mikið. En ég held að sé nokkuð ljóst að við höfum mist þegar þá hugsun töluvert mikið niður. En það sem við missum niður og töluvert mikið niður getum við alveg híft upp aftur. Þetta er alltaf staðan. Akurinn er hvítur til uppskeru sem merkir það að ég þarf að sækja hann. Það getur hver sem bæði ég og þú allir hinir bara, hleypt í sér rögg og farið og gert þessi verk. Þetta bíður allt eftir okkur, þessum trúuðum mönnum. Sumir átta sig betur á þessu heldur en aðrir, þannig við sjáum að þetta er brýning sem hefur heyrst 1.000.000 sinnum og 1.001.000 sinni núna, en er algjörlega og fullkomlega í fullu gildi enn þann dag í dag. Þegar þetta er staðan. Agrarnir eru hvítir til uppskeru og svo segir drottinn líka, en verkamenn fáir. Sjáu að þetta hefur ekkert svo mikið breyst. Fullt af fólki samkvæmt þessu er bara að bíða eftir því að ykkur komi og sæki sig. Það er nú bara þannig með þetta blessaða fólk að það er að sækja það. Eins og vorum að tala áðan, það gerir engin bóndi það sem er með akur breiður og allt bara komið í fulla sprettu og plístrar á tröppunum heima á sér. Hann gæti mögulega kalla á hundin sinn með þeim hætti og kannski mögulega einhverja skepnur, en akurinn, hann kemur ekki svoleiðis. Það er annað og meira sem þarf til þess að hann fungeri eins og fungera ber, ef svo má segja. En þetta gjörði ágætt í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki drottins áfram og kveður.